Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl og blessuð. Það meiri áhugi á Evrópuþingkosningunum sem hófust í dag en verið hefur nokkurt skeið. Skoðanakannanir hafa mælt uppgang harðlínu afla, hægri afla, sem sumir segja að geti sett framtíð samstöðu Evrópuríkja í uppnám og áhrifin af því gætu orðið töluverð á Ísland. Allt sem gerist í Evrópu hefur jú mikil áhrif á Íslendinga. En Jón Steindór Valdimarsson, formaður Evrópuhreyfingarinnar, ætlar að ræða við okkur aðeins þetta mál hér á Zoom. Heyrirðu í okkur, Jón Steindór? Já, heyri vel. Ljómandi. Ertu sammála því mati sem að við höfum verið að sjá í fjölmiðlum að það sé meira undir í þessum kosningum nú en oft áður? Það jú kosið á 5 ára fresti. Það svona svolítið umræðinni kringum þessar kosningar er spennu þrungnar, ég má ekki segja það. Jú, ég held að ég geti alveg tekið undir það að mörgu leyti eru þetta mikilvægar kosningar og kannski mikilvægari núna en það hafa kannski verið oft áður og það alveg rétt að það eru hræringar í pólitíkinni og það endurspeglast í Evrópupólitíkinni eins og í pólitíkjónum í aðildarríkjónum og við vitum það og höfum fylgst með því að það er eins og þú lýstir, það svona uppgangur þeirra sem að hafa, eigum við að segja, að mörgu leyti, minnst í okkar augum hér upp á Íslandi, öfgafullar skoðanir og þá oftast kenndar við hægri öfga og það tengist eins og ég sagði þeim uppgangi þessara sjónarmiða og þessara afla sem hafa verið í sumum aðildarríkjónum. Þannig að þetta spennandi og kannanir hafa sýnt að það framgangur fyrir þá flokkahópa í Evrópuþinginu sem að hallast í þessa átt. Hversu mikillan verður vitum við ekki alveg en hvað við segja hinn hófsamari öfl sem hafa nú ráðið ferðin í Evrópuþinginu sem eru svona miðju flokkar að mér sýnir svona að menn reikna með því að þau svona haldi velli. Má í stuttu máli segja að það sé meiri þjóðernis stefna þjóðremba sem einkenni málflutning þeirra afla sem að við leyfum okkur að kalla harðlínuöfl? Já, ég get alveg fallist á það og ég held að það sé alveg rétt hjá þér og það sem að hefur verið að gerast sem sagt víða heim og þar Evrópa ekki undanskilin það að útlendingamál hafa verið svona sett í dálítið mikinn fókus og minnst að mínu mati oft á tíðum gert mun meira úr vandamálum sem menn vilja tengja við þann málaflokk heldur en efni standa til og búi sér til svona einhvers konar óvin eða ógn sem að þurfi að bregðast við með mjög afgerandi hætti og við höfum séð það að við í Evrópu hafa flokkar sem að hafa þessa stefnu á stefnuskrám sínum hafa náð árangri og við getum bara litið núna senast til Hollands þar sem að flokkur af þessu tagi náði verulegum árangri og þetta endurspeglast að einhverju marki í kosningunum til Evrópuþingsins. Þannig að það alveg rétt hjá þér að þetta eru svona meiri öfgar en við höfum séð og auðvitað það svona merki það að í pólitíkinni
hafi mönnum að einhverju leyti mistekist því að það hefur skapast jarðvegur fyrir öfla þessu tagi og því miður hafa sum þeirra svona virðist vera, nú vil ég ekki alhæfa, en sum þeirra svona tilhneigingu til þess að svona hallast að einhverju leyti undir fasísk sjónarmið. Já, baráttan bjargirnar, hún virðist sumpart harðari í samtímanum en til dæmis þegar ég og þú lítum nokkur ár aftur í tíman, sumir kynnu nú jafnvel að segja að sko uppgangur þessa útlendinga andúðar og annars, við sjáum merkjum það hér á Íslandi, stjórnmálafræðingar benda á að fylgi Miðflokksins sem að mælist mjög hátt, það kunna að skýrast að einhverju leyti að þessu. Vilt þú hætta þér út í slíka greiningu? Ég veit það nú ekki en auðvitað held ég að það blasir þetta við bara, menn hlusta á þá orðræðu að þá það hluti af viðfangsefnum mikilvæg eru einmitt útlendingamálin og þannig að það alveg ljóst að hér á Íslandi líka verið að ganga svolítið eða sækja í þessa uppsprettu fylgis, ef við getum sagt sem svo, og pólitíkin hún tekur mið af því og í mínum augum það miður því að sko mál, ég held að menn sem sagt því að nota þetta í tilgangi sem að mínum að helgar ekki þetta meðal, það liggur í augum uppi. Telurðu að Brexit sé fordæmi fyrir einhverjar þjóðir núna í Evrópu? Er einhver umræðum það fyrir þessar kosningar? Ég held að það spili nú ekki stórt hlutverk vegna þess að Brexit held ég hafi nú ekki staðið undir væntingum þeirra sem að samþykktu það í Bretland á sínum tíma. Þetta einhver umræða það en mér finnst það nú vera frekar þannig að menn vilji flokkarnir vilji ef að segja taka slaginn innanfrá, þar að segja að menn séu ekki með það svona sem baráttumál að ganga úr Evrópusambandinu frekar að reyna þá með einhverjum hætti að breyta því. Þannig nei, ég held að það spila ekki stóra rullu í þessu núna. Að hve miklu leyti líturðu á Evrópusambandið sem friðarbandalag? Já, ég held að í kjarninn í því auðvitað tilraun til þess að tryggja og varðveita friðinn. Það auðvitað blasir við því að bara við lítum til þess uppruna og af hverju menn lögðu á stað í þessa miklu vegferð, þá það alveg klárt að friður og lýðræði og mannréttindi eru svona kjarnagildin í Evrópusamvinnunni og ég held að Evrópusambandið sé mjög mikilvægur, ég vil nú kalla það bara brimbrjót í þessum efnum. Vissulega það þannig að í Evrópu eða aðildarríki Evrópusambandsins mörg hver auðvitað og flest eru með heri og flest eru eiga aðild að NATO og svo framvegis. Þannig að Evrópusambandi tekur virkan þátt í því að reyna að viðhalda friði og varðveita þessi gildi í Evrópu. Þannig að ég alveg harður á því að án Evrópusambandsins væri miklu meiri upplausnar ástand og síst betra og alls ekki betra ástand og ég tala nú ekki þegar að svona þessi bylgja öfgana virðist vera að rísa, að þá held ég að við megum þakka fyrir að eiga þetta sameiginlega bandalag sem Evrópusambandið, þó að því miður við Íslendingar höfum nú ekki kosið að ganga í það að sinni. Það hefur reynt töluvert á þanþol ESB-ríkjana og hafa orðið mikla breytingar eftir innrás Rússa í Úkraínu. Mun það sem kemur upp úr kjörkössunum nú að afloknum þessum Evrópuþingskosningum, mun það hafa einhver eða mikil áhrif
á framtíð stuðnings ESB-ríkjanna við Úkraínu? Ég veit það náttúrulega ekki, ég held nú ekki. Ég tel að svona þessi hófsamari öfl innan Evrópusambandsins, þau muni nú halda velli í þessum kosningum og að þingið sem sagt muni verða áfram jákvætt í þessum efnum og stefna Evrópusambandsins verði svipuð. Hins vegar vitum við það að sko þar sem að þessir flokkar ná árangri í landsmálunum, það blasir auðvitað við að og þar sem að þeir hafa náð þeim árangri að ná inn í ríkisstjórnir eða veita ríkisstjórnum hlutleysi, að þar hafa þeir áhrif á viðkomandi stjórnvöld og þeirra stefnu meðal annars í útlendingamálum og að einhverju marki í utanríkispólitíkinni og svo sem að öðrum málaflokkum. Þannig að það getur auðvitað haft áhrif inn á Evrópuþinginu, en ég held að þetta mun ekki hafa afgerandi áhrif og í það minnsta verið nú að segja það, ég vona það heitt og innilega að svo verði ekki, að þessir hópar nái ekki að breyta mjög kúrs hjá Evrópusambandinu í þá átt að draga úr stuðningi við Úkraínu, í þá átt að svona gera Evrópusambandið veikara á alþjóða vettvangi, sem að því þetta nú svona svolítið sérkennilegt að það fylgir þessu líka svona viss einangrunar hyggja og einangrunar stefna hjá flokkum af þessu tagi. Og þeim lætur ekki vel að vinna saman þvert á landamæri, reynslan hefur nú sýnt það og ég á ekki vona því að þeim muni ganga það mjög vel inn á Evrópuþinginu. Þetta gríðarlegu fjöldi sem á þess kosta ganga kjörborðinu, 350 til 370 milljónir ef mann rétt. Þátttaka verður mögulega yfir 50%, sitt hvað sem betur til þess að hún verði meiri heldur en fyrir 5 árum. En sko að hve miklu leyti sýnist þér að niðurstöður þessara kosninga hafi áhrif á Ísland í framtíðinni? Sko það í sjálfu sér óhjákvæmilegt að sko Evrópuþingið hverju sinni hefur vissulega áhrif á það sem að Evrópusambandi gerir, bæði sem sagt þau lög og reglur og þau samskipti sem Evrópusambandi kýs að hafa við og samninga við aðila sem utan sambandsins standa. Þannig að bara þegar að þeirri ástæðu hefur þetta áhrif. Svona eins og ég fór aðeins yfir á, þá vona ég að svona, það verði ekki þannig breytingar og samsetningu þingsins að pólitík Evrópusambandsins til dæmis gagnvart Íslandi muni breytast, en vissulega hefur Evrópuþingið alltaf áhrif á Ísland í gegnum EES-samninginn og það mun ekkert breytast, þannig að þetta getur allt haft áhrif á framvinduna. Nú ef það fer þannig að framgangur þessar afla verður mjög mikill, þá getur vel verið að menn varpa upp einhverjum spurningum til dæmis EES-samninginn og samstarfið og velti því upp hvort að þurfa að gera þar einhverjar breytingar á hálfu Evrópusambandsins. Það kann auðvitað vel að vera, því eins og ég nefndi að þá fylgir þessum flokkum og skoðum oft þannig að menn vilja vera út af fyrir sig og getur vel verið að mönnum vaxi í augum þessi ágæti samningur sem að Ísland og Noregur og Liechtenstein hafa við Evrópusambandið. Þannig það getur vel verið að þetta hafi áhrif, en Evrópuþingið hefur alltaf áhrif á okkur, það alveg ljóst. Já, ég sá kannski var það hnittni, kerskni, en kannski einhver alvara í því að einn fræðimaður af íslenskum uppruna, hann sagði að við Íslendingar yrðum að átta okkur á því að það myndi hafa miklu meiri áhrif á okkar framtíð hvernig úrslit kosninganna yrðu, það að segja þessara Evrópuþing kosninga,
að úrslit þeirra yrðu miklu mikilvægari fyrir framtíð Íslands heldur en hver vökvaði blómin á Bessastöðum? Já, ég get nú algjörlega tekið undir þetta og geri það nú með fullri virðingu fyrir mikilvægi embættisforseta Íslands. En það auðvitað þannig að það sem framfer innan Evrópusambandsins og á Evrópuþinginu auðvitað þar með hefur gríðarleg áhrif hér og ég held nú að við því miður viljum nú ekki horfast í augu við það oft á tíðum hversu mikil áhrif það hefur. Þannig að ég er algjörlega sammála því og auðvitað það afskaplega leitt að við skulum ekki taka þátt í þessu að kjósa fulltrúa okkar inn á Evrópuþingið. Vissulega það þannig að aðild Íslands að Evrópusambandinu sem reyndar meirihluti þjóðarinnar virðist nú vera nokkur hrifinn af, að það felur í sér sem sagt það að við tökum þá þátt í þessu starfi. Evrópuþingið þetta virkar þannig að þar eru þeir sem kosnir í hverju landi fyrir sig þeir sem að skipa sér í flokkahópa og menn vinna þar að sameiginlegri pólitík og menn eru þar fyrst og fremst til að takast á stefnur og strauma og hvað á að gera í stóra samhenginu frekar en að menn séu alltaf að tala og vera að gæta hagsmuna viðkomandi ríkis. Og þetta held ég að trufli svolítið umræðuna hjá okkur til dæmis þegar við ræðum aðild að menn nefna gjarnan að það séu 705 þingmenn á Evrópuþinginu og við myndum kannski fá 6 og þar af leiðandi yrðum við áhrifslaus. Það auðvitað algjörlega, sú hugsun auðvitað rökleysa því að menn hafa þau áhrif sem menn hafa í gegnum pólitíkina og ef menn eru að reka pólitík sem að fellur í geð þá hafa menn áhrif. Það hafa auðvitað dæmin sann. Og sannarlega munur á 0 og 6. Já, fyrir nú utan það mikill munur á því. Ef þú átt röddina, þá hlustar kannski einhver og þá getur þú vill haft áhrif. En svo við ljúkum nú þessu spjalli á vangaveltum framtíð Íslendinga og hvað við munum sjálf kjósa yfir okkur. Finnst þér eitthvað benda til þess að Íslendingar endi í ESB? Já, mér finnst nú margt benda til þess. Ég held nú reyndar bara svona niður tímans muni nú leiða það fram og síðan vitum við það að það hafa fjölmargar kannanir á síðustu misserum sýnt að Íslendingar eru mjög jákvæðir í garð þess að ganga í Evrópusambandið og sérstaklega jákvæðir í garð þess að við höldum það þjóðaratkvæðagreiðslu þannig að þjóðin sjálf fái að taka af skarið í þessum efnum og ég held á endanum munum en nú sjá ljósið og ég vil bara benda á ummæli utanríkisráðherra bara núna fyrir viku síðan eða svo það sem að var verið að ræða Evrópumálin og EES-samningin og þar var rætt mjög þær nýju áskoranir sem að framundan eru og að samstarf í gegnum EES-samningin yrði sífellt flóknara og ég tek undir það og mér finnst að allt þetta sem sagt það teiknar til þess að við eigum ekki að flækja málin heldur eigum við að vera fullir og virkir þáttakendur. Þannig getum við hugsanlega haft áhrif. Þannig vitum við hvað að gerast, þannig fylgjumst við með og þannig erum við þáttakendur vonandi í því ferðalagi sem að ég minntist á fyrr í okkar samtali sem að Evrópusambandið í sem að varðveita friðinn og mannréttindi í álfunni og þar auðvitað eigum við að vera með að fullum þunga. Þannig að þegar utanríkisráðherra bendir á aukið flækjustig og ætlar að fæla íslenska kjósendur frá ESB þá var hann að laða Ísland að ESB að þínum að því. Já, það finnst mér finnst það algjörlega að blasa við að þannig það að ef við viljum á annað borð vera í þessari samvinnu og eins og við höfum aðeins minnst á þá erum við mjög samofin því sem Evrópusambandið ákveður og gerir en tökum lítinn eða engan beinan þátt í því
þó að forminu til okkur sé veittur aðgangur að þá vitum við það að, já, vegna þess að við höfum auðvitað lítið það að segja vegna þess að við erum ekki með, við stöndum fyrir utan en tökum ekki beinan þátt og þannig höfum við kosið okkur þessi örlög, ef svo má segja, sem að mínum mati eru óviðunandi og okkur ekki sæmandi sem lýðræðiselskandi þjóð. Jón Steinar, Jón Steindór afsakið, það er búið að vera forvitnilegt að heyra í þér, takk fyrir að spjalla við okkur. Við fáum fyrstu tölur einhvern tímann á sunnudag þessar kosningar. Sambandið er ekki búið að vera alveg nógu gott á milli okkar en ég vona að áhorfendur og hlustendur hafi heyrt það sem við erum að ræða en svona bara rétt í lokin, hvert væri vaxtastigið hjá okkur Íslendingum ef við værum í ESB með evru? Ég ætla ekki að fullyrða það en ég fullyrði þó að það væri umtalsvert lægra en það er núna og yrði áfram miklu nær evrópskum vöxtum og við myndum losna við þetta svokallað Íslands álag sem að hefur í gegnum tíðina verið á bilinu 2-4%, sama á hverju hefur gengið í uppsveiflum eða niðursveiflum. Við erum ekki lengur eins og korktappi í Atlantshafinu, í stórsjó. Held ekki. Eruð kæra þakkir og það verður spennandi að sjá niðurstöðurnar á sunnudaginn. Takk fyrir spjallið. Takk fyrir sömuleiðis. Nú, já, ég biðst afsökunar á því ef hljóðtruflanir hafa komið í veg fyrir að allt hafi hér skilist en við látum þessar umræðu lokið í bili og Gunnar Smári sér næsta rétt. Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi.